Þorrið þá góa þar birtist þið á bóndadegi að eldgömlu síð. Blótum nú þorra börni mín góð, heiðrum þá herra Óðinn og Þór. Vöknum nú krakkar og tökum það mat, af trófum til smakkar þann eldgamla mat. Hákarl og húsbunga, sviðinn og magangla, slátur sem hangikjöt, lappir sem lundakjöt. Smakkaðu bakkana, heiðrum nú goðina, já gömlu ásana, njótum nú veigana. Þorran við freyjum og hellið við segjum, hitt sé þér heimdallur, miðgarður allur. Minnumst þín svali Þór, þömbum nú þorra bjór svarta og séni vér skál fyrir þér. Þorrið þá góa þar birtist. Clemens, Já. átt þú ekki verið að setja blótið? Já. Kæru þorrablótsgestir handan skjásins. Segja má að síðastliðið ár hafi verið tími fjarfunda og myndsímtala. Það því kannski við hæfi að ég ávarpi ykkur hér á öldum alnetsins, en ekki fyrir framan fullan sal og reynum. Það væri að bera í bakkafullan lækinn að fara að tala um ástæðu þess og þessa blessuðu veiru. Og því höfum við engin orð um það. Þegar ljóst var að sóttvarnaráðstafanir og reglur í þjóðfélaginu kæmu í veg fyrir hið hefðbundna rimablót, já þá voru góðar á dýr. Ekki kom þó til greina að leggja árar í bát og var því hugsað í lausnum. Ákveðið var að blótinu skyldi streymt og annáll og skemmtiatrið tekin upp og þannig komið til blótsgesta. Það okkar von að fjölskyldur geti sameinast undir streymi blótsins, gætt sér á pungum, skreið og hákarli og öllu því ljúfmeti sem blótið snýst og gert sér glaðan dag. Þó taktin sé dásamleg og geri þetta streymið að veruleika. Þá veit ég að við vonumst öll eftir því að halda hefðbundið þorrablót að ári. En nóg um það, nú skulum við hella í glösin, ráðast á trogið og eiga góða kvöldstund. Fyrir hönd þorrablótsnefndar segi ég hér með streymisblótið sett. Við erum hér í kvöld á interneti, trogið fullt af súru gæstu reyktu meti. Enginn kemst á blót í COVID-æði og kemur það til þín í gegnum koparþræði. Við munum streyma heim til þín, öllu sem við teljum grín. Hér með sölvi, hell og skálum, sveita bæja leyndarmálum. Ýmsir dreigðu staka sinn, sem við sýnum með hljóð og mynd. Skilaboðum gerum skil, sýnum gamalt svo af og til. Tökum lagið léttum lundir, þegar bandið spilar undir. Við erum hér í kvöld á interneti, með trogið fullt af súru kæstu reyktu meti. Enginn kemst á blót í þessu COVID-æði og kemur það til þín í gegnum koparþræði. Við verður Gunni í Búrfellsmiðju, Guðrún bóndi fullri vinnu, Friðrik litli bónd á grund, Bogga hleypur á næsta fund.
Þór sjóari á bakka, Stellu á hann margt að þakka. Jóhanna í vinnu gengur, Óskar gerir ekkert lengur. Klemens kennir eftir minni, Kjartan leitar að konu sinni. Við erum hér í kvöld á interneti, með trogið fullt af súru kæstu reyktu meti. Enginn kemst á blót í þessu COVID-æði og gefur það til þín í gegnum kopparþræði. Og allir munur fá að heyra, meir en þolir mannlegt eyra. Hjálmar dælis færa hrökkva, Kalli brekku ættast lökkva. Svavar Syðri daskir bær, Maggi hrappur metið slær. Margt á Gunnstein getum valið, Trausti getur ekkert valið. Allar sögur munum treffa, það mun enginn ykkar sleppa. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Það verður stafrænt þorrablót. Hátæknivæðing í mjólkurframleiðslu hefur vissulega létt mörgum bændum bústörfin og stuðlað að auknu hóflífi hjá mörgum bændagóðum. Ekki það þó eins. Þeim sem hittir grundarhjónin í fyrsta skipti á Víðavangi dýtti líklega seint í hug að þar færi harðstjóri mikill á sem eiginkonu sinni. Fljótlega eftir að mjaltaþjóðin tók til starfa í fjósinu á Grund gat Friðrik ekki á sér heimum tekið fyrr en búið var að setja upp myndavélakerfi allt svo hann gæti fylgst með því sem Bogga aðferðist. Situr hann á öllum stundum í bæ og fylgist með störfum eiginkonu sinnar á sjónvarpsskjá og sendir henni miskunnarlaust fónir sem hóði því sem hún slást lögum við.
Hér hefur verið drukkið lengi. Þarna var fyrsta suðan á landasrétt á eld 1626. Nema svo það að allt sauðfé hvarf úr Svarfaðardal, ekki smuga í muni hvers vegna. En af því að voru engar kindur í dalnum, þá var tilvalið að stofna gánamannafélag, Hraunstaðaréttar. Þá var farið í göngur og engin kind var í dalnum. Enn þann dag í dag förum við í göngur til að finna enga kind. Við fáum okkur á syngjum, köstum svo töl á þær skjátur sem við villumst á bakaleiðinni. Við skáldum æsilega sögur eltingaleiki við kindur þegar komið til réttar. Þetta eru svolar og sukkarar og bændur og bruggarar. Allt menn, alls konar menn. Skáld og gleðimenn, timbumenn, drykkjumenn. En ekki konur, alls ekki konur. Og það er þetta kjarni málsins, þessi ómælda gleði okkar strákana. Og þess vegna skála ég stoltur fyrir oss. Andi ekki bara í lagi á mér? Gaman! Langt fram eftir vori var snjór allt og ís á ám og vötnum. Fuglar gátu með engu móti haft í sér eggjunum lengur. Þeir heppnu náðu að finna sér auða fletti til að verpa á, en aðrir létu þau bossa á snjó eða ís. Gunnsteinn og Baldur frá Bakka, húskarl á Höllum, tóku sig til og girtu sinn innri dýraverndunamann í brók og héldu inn á friðlandið. Fréttastofa RÚV fylgdi þeim eftir og við skulum sjá fréttina.
Gary. Hann er mikill gæðingur, hann Baldur, agalega mikill þoli. Já, þetta er fínn hestur. Já, fínn hestur og Baldur. Við erum spennt eftir að sjá nafn hans koma til okkar. Já, þetta verða fagnaðarfundir. Já, þetta verður, já, ég er mjög spennt eftir að sjá hvernig maður lítur. Já. Þetta verður gaman. Já. Sá að laufin voru fokin út á haf. Læðirnar að tikka inn og færa okkur öll á bólakaf. Á lofti svífur fuglarnir mót frelsinu því ekkert eftir þá. Ég fekk mig meira en kaffi, hellti í báni en skammtað eftir sjá. Auðvitað fannst hvergi stundi það. Einhvern veginn skópum bæði tilefni og réttan fundarstað. Öllum þessum ferli var að tíma urðu minningar af bráð. Það líktist ein og voru horfnar þegar betur var að gá. Að vera skall yfir Það stendur alltaf boðið að fljúga með því hér
stendur þar. Það ber að segja því vel, þótt úti séu stormur og él. Allt í góðu inni á mér, lífi gott sem betur fer. Það ber að segja því vel, þótt úti séu stormur og él. Þá lífi ljósið inni á mér, lífi gott sem betur fer. Það ber að segja því vel, þótt úti séu stormur og él. Allt í góðu inni á mér, lífi gott sem betur fer. Það ber að segja því vel, þótt úti séu stormur og él. Þá lífi ljósið inni á mér, lífi gott sem betur fer. Þörfum vetrarnætur, litli bærinn sefur rótt. Unga barnið grætur, en móðir þess þarfar skjól. Í baksýn fellina á, snæfagnar vindar rísa, fögur sól að sjá. Og norðurljós skínar auglýsa. Föst rúða landið stríðir, slíkum vetrarnóttum á. Ætli spegillinn útýrist, og slúðirnar hverfur má. Það birta fer af degi, litli bærinn vaknar sló. Hvíta lítur eigi, leikur þessa vetrarnótt. Föst rúða landið stríðist, slíkum vetrarnóttum á. Flækir spegillinn útýrist, og slúðirnar hverfur frá. Í djörfu vetrarnætur, litli bærinn sefur rótt. Unga barnið grætur, en móðir þess þarfar skjól. Í baksýn fellina á, snæfagnar vindar rísa, fögur sól að sjá. Og norðurljós skínar auglýsa. Föst rúða landið stríðist, slíkum vetrarnóttum á. Flækir spegillinn útýrist, og slúðirnar hverfur frá. Það birta fer af degi, litli bærinn vaknar skjól. Hvíta lítur eigi, leikur þessa vetrarnótt. Tapað fundið. Hefur einhver séð bókhaldsgögn síðustu þorrablótsnefndar? Sá síðast til þeirra á Melum fyrir COVID. Bráð vantar þessi gögn. Helgi Seljan. Merkisprey.
Hið margrómaða sauðfjármerkisbrey er komið aftur. Níðsterkt og neonbleikt. Geri hvern mann vitlausan. Landstólpi. Pípulagningarþjónusta Sigvalda. Tek að mér pípulagnir og járnsmíði eftir klukkan 3 á daginn. Sigvaldi, Hofsárkoti. Meðalstórt fjárbú óskar eftir aðstoð í sauðburði frá miðjum apríl fram að göngum. Æskilegt er að viðkomandi sé hundvanur og sjálfberga í fæðingarhjálp. Dotti á Jarðbrú. Góðir svardalingar, netferjar og verjur og aðrir áheyrendur. Allt framstreymir endalaust, ár og dagar líða. Hefur Sölvi upp sína raust, skal nú á hann hlýða. Verið öll hjartanlega velkomin í streymið. Til stóð að hafa þorrablótið á rýmum eins og venjulega, en þar sem sveitafélagið nennir ekki að reka félagsheimili og enginn kannast við að bera ábyrgð á húsinu eða hafa lyklavöld, lentu þorrablótsnefnd og annálslesari á hrakhólum. Því verður að redda málum svona með aðstoð tölvutækninnar og senda annálslesara heim í stofu með annálinn til svardalinga hvort sem þeim líkar það betur eða verr. Er það gert til að viðhalda hinum árlega sið að þorrablótsnefnd hafi sveitunga sína háði og spotti í annál þar sem mönnum er verðskulda núið því nasir sem þeir hinni sömu höfðu vonast til að fallið hefði í gleymskuna dá og myndi aldrei koma upp á yfirborðið. Þeir sem fylgjast með gegnum tölvuna þurfa að hafa það í huga að mögulega þarf að slökkva á vírusvörninni og ruslsíunni til að sumta því sem hér fer á eftir komist ómengað í gegn. Eins og þeir vita mæta vel sem fylgjast með þessari útsendingu er Svarfaðardalur öndvegi íslenskra dala. Hér er loftið svo tært, ljósblikið skært og af lynginu er ilmurinn sætur. Þetta eru óumdeildar staðreyndir. Vegna þessarar fegurðar er ástin oft á tíðum heitari í Svarfaðardal en annar staðar. Kalli og Begga í Brekku eru gott dæmi þetta. Eftir nokkuð langa þurrka tíð í Svefnherberginu gerðist það einn fagran sumardaginn að ástarþráin kviknaði svo munaði. Til að fá frið sendu Kalli og Begga börnin á brott með af og ömmu á grund og tóku svo búnu til óspilltra málanna. Ekki er vitað nákvæmlega hver atburðarásinn var, en ástarhitinn var slíkur að Kalli fór úr axlalið og Begga tjónaði á sér bakið. Þegar ró færðist yfir að nýju, öxlin hrökk aftur í lið og móðan hvarf af svefnherbergisglugganum í Brekku, varð Kalla og Beggu það báðum ljóst að ekki væri þorandi að lifa lengur í synd. Var því ákveðið að kasta öllu öðru til hliðar og boða sveitunga til veislu í samkomuhúsinu Höfða undir því yfirskini að Begga væri að verða fertug. Nokkrum dögum fyrir veisluna urðu menn varir við að hinn yfirvegaði og hægláti og dagfarsprúði maður Kalli í Brekku gat valla orðið á heilum sér tekið fyrir taugaspennu og það sama mátti raun að segja allt heimilisfólkið á grund. Hringdi Kalli á heila og hálfa tímanum í helstu góðbændur og viðskiptamenn sína og bað þá vinsamlegast að slá öllum áformum heiskap á frest, þó svo að brakandi þurrkur væri í kortunum. Ekkert væri að marka þessa veðurspá, auk þess sem hann hefði hvort eð engan tíma til að standa í rúllubindingi og öðru slíku vesinni nú hábjargræðistíma. Botnuðu menn hvorki upp né niður í háttalagi Kalla og fór ýmsa að gruna að maðkur væri í misunni. Steininn tók þó úr þegar stórbændur á Austurkjálkanum hófu að brytja niður hvert
stykkið á fætur öðru á meðan enga hreyfingu var að sjá á úr sér sprottnum túnum grundarmanna hinum megin árinnar. Alli á Hánesstöðum ekki allur þar sem hann séður. Sá hann sér leik á borði og fjárfesti í smábaggavél til að geta sinnt sinni verktöku í dalnum meðan Kalli var augljóslega með hugan við eitthvað annað. Alli fékk Jón Steinar á Hofi í lið með sér og fóru þeir félagar saman keyrandi til Skagafjarðar á heimilisjeppanum á Hofi að sækja nýju baggavélina. Alli mátti engan tíma missa og gaf þar af leiðandi allt í botn sem varð til þess að hofsjeppinn varð olíulaus fljótlega eftir komuna til Skagafjarðar. Þar sem mikið hafði legið á að komast af stað að sækja baggavélina gleymdust bæði skilríki, kort, peningar og peningar heima þannig að nú voru góðir ráð dýr. Eftir að hafa labbað eins og þurfalingar með olíubrúsa milli bæja í Varmahlíð og betlað eldsneyti án árangurs, neyddust þeir Alli og Jón Steinar á endanum til að slá eldsneytiskaupalán hjá kaupfélagi Skagfirðinga. En Alli mun jafnframt hafa sami bind við Þórólf kaupfélagsstjóra 15% þóknun sem skyldi koma í hlut KS af hverjum smábagga sem bundin yrði með vélinni. Þegar heim í dalinn var komið, tók Alli til óspilltra málana og batt hvern baggan á fætur öðrum á austurkjálkanum án þess að nokkuð sæist til Kalla hinum megin. Nú hlyti eitthvað stórt að vera í uppsiglingu og því var spennan skiljanlega mikil þegar loksins kom að veislunni miklu, enda hafði aldrei verið eins mikið tilstand í tengslum við eitt fertugsafmæli og nú. Það fór eins og marga grunaði að afmæli breyttist í brúðkaup í einu vetfangi og Baldur frá Bakka breyttist í séra Baldur prest í Stekkjarhúsum, þannig að lengi verður í minnum haft. Jæja, Kalli. Það Baldur. Já. Jæja, Kalli minn. Vilt þú eiga Beggu? Já. Og Begga, vilt þú eiga Kalla? Já. Jæja, þá með ég taka upp hringað. Þá með ég bara kyrrast. Skildi dýrðin í geim, ber af dásemdum þeim, sem vor draumfagri jarðheimur á. Heiðar ból ég bý, þar sem virkið og fjalldrapinn græn. Kalli og Begga fóru í brúðkaupsferð eftir veisluna á Höfða og Alli gat því nýtt tímann og óáreittur baggað áfram í friði fyrir helstu keppinautum á verktakamarkanum, sjálfum sér og KS til hagsbóta. Hjónasængin í Brekku hlý og mjúk og erfitt að fara fram úr. Munu því sum tún grundarmanna í niðursveitinni vera óslegin enn. Bílífið í Brekku hafði þannig beint og óbeint truflandi áhrif á menn og skepnur. Fóðrið af túnunum sem spruttu úr sér var kraftlaust og dugði kúnum á grund skammt. Fór það loks svo að grundabúið átti ekki möguleika á að hreppa titilinn nýtaðista búið miðað við hverja kú. Þrátt fyrir þetta gekk heyskapur í dalnum heilt yfir vel fyrir sig. Lítið var að tæki biluðu, þó gerðist það á sökku að Sveinn var búinn að snúa öllu heimatúninu nokkru sinnum áður en hann fattaði að dráttarvélin væri á felgjunni. Erfitt var að sjá hver hefði haft mest gaman af upphátækinu, Þóra
Dagbjört eða Gunnsteinn. Á Tjörn biluðu aldrei þessu vant engin tæki, enda öll fyrir löngu handónýtt. Á Hreiðarstöðum gekk allt sinn vanagang. Sölvi sló til og keypti nýja sláttuvél til að létta sér lífið við heyskapinn. Nýja sláttuvélin með rafdrifnum tölvuheila og gervigreind og fljótlega kom í ljós að apparatið var með full sjálfstæða hugsun. Ef Sölva sýndist veðurspáin góð og hugðist rjúka út og slá, tók sláttuvélin í taumanni og neitaði að taka til starfa, enda væri þurrkurinn ekki nógu tryggur að hennar mati. Sló í brýnu milli Sölva og sláttuvélarinnar sem var til þess að viðgerðamaður frá Akureyri varð að mæta á svæðið og skakka leikinn oftar en einu sinni og oftar en tvisvar. Þvergirðingsháttur sláttuvélarinnar torveldaði heyskapinn á Hreiðarstöðum og hafði það neikvæð áhrif á menn og skepnur. Fór það loks svo að Hreiðarsstaðabúið átti ekki möguleika á að hreppa titilinn nýtæðsta búið miðað við hverja kú. Í dag þykir það nauðsynlegt að hafa góða nettengingu í fjósinu. Það ekki til að mjaltaþjónninn og kýrnar komist á netið eins og sumir gætu haldið, heldur tilgangurinn sá að bændur geti fylgst með niðurstöðum skýrsluhaldsins í beinu streymi og þannig séð leið ef keppinautarnir á næstu bæjum fara að gera sig gildandi í baráttunni. Þetta veit Kalli á Hóli mæta vel. Eins og Svartalingum kunnugt allt til fyrirmyndar á Hóli nú sem endranær. Fjósverkin ganga vel fyrir sig og sjálfvirknin mikil. Kalli hefur góðar gætur á öllu sem á sér stað á búinu með aðstoð tölvutækninnar og lætur hann ekkert framhjá sér fara. Þannig var Kalli í miðjum klíðum við að horfa á æsispennandi leik með Liverpool á sama tíma og hann hafði augun límd á vefmyndavélinni í fjósinu þar sem Atli var venju samkvæmt að bardúsa eitthvað við kýrnar. Allt í einu rekur Kalli upp öskur og baðar út öllum öngum. Erla hrökk í kút og spurði hvað væri eiginlega í gangi. Djöfullinn sjálfur, ég trúi þess ekki, hann meiddur og enginn varamaður. Var nú enn einn Liverpool-maðurinn að meiðast, spurði Erla. Nei, þetta var hann pabbi, þusaði Kalli út úr sér, augljóslega ekki skemmt. Var þá allt með kyrrum kjörum í Liverpool-leiknum, en þeim mun meiri hasar í fjósmyndavélinni þar sem ein kýrin sást brjóta gróflega á Atla með 4 fóta skriðtæklingu alveg upp úr þurru. Allir alvöru myndbandsdómarar hefðu gefið kúnni beint rautt spjald og fría ferði á sláturhúsið fyrir þetta brot, en því var ekki að heilsa að þessu sinni. Atli lenti á meiðslalistan en hefur sem betur fer jafnað sig að mestu og unnið nú hag sínum vel í fjósinu í sátt og samlyndi við kýrnar eins og venjulega. Þessi atburður hafði nokkuð neikvæð skammtíma áhrif á kúabúskapinn á Hóli og fór það loks svo að hólsbúið átti ekki möguleika á að hreppa titilinn nýtæsta búið miðað við hverja kú. Allt stefndi í að ekki næðist að fullu upp í mjólkurkvóta ársins og því lögðu Kalli og Erla allt í sölurnar á endasprettinum til að það mætti takast. Ef þú lætur mig að neyslulánið sem ég veitti þér í gær til að kaupa þér mjólk og snúð að viðbættum vöxtum, verðbótum og þjónustugjaldi, þá sæki ég pabba minn. Hvað á hann að gera? Pabbi minn sko miklu stærri og sterkari en pabbi þinn. Skiptir engu. Pabbi minn ríkari en pabbi þinn. Það ekki pabbi? Elsku litli engillinn, það enginn ríkar en pabbið þinn. Ég á milljarða í massavís og marmarahöll í paradís.
með hagstæða afkomu eigin fjár. Arðsemi fjármagns og góð í ár. Ég á 18 skip á sjó og eyjuna Borneó. Þetta ekkert. Pabbi minn tekur pappa þinn sko í nefið hvenær sem Hann með viðamikla starfsemi í ótal löndum og hefur fjárfest gríðarlega í fjarskiptaiðnaði, bæði í Evrópu og Asíu. Piss. Pabbi minn svo ofboðslega umsvifamikill á mörkuðum erlendis að hann þarf ekki að hnerra til þess að fara á hreyfingu. Pabbi minn svo ógeðslega ríkur að þú myndir stafla öllum langtíma fjárfestingum hans upp, þá myndi hann ná til tunglsins. Svo hann líka með þyrlupall í svefnherberginu sínu. Það ekki, pabbi? Elsku hjartansanginn minn, það engin ríkar en pabbi þinn. Ég á kappa, vín og kavíar og flestar karabísku eyjar mat. Ég á ofgnótt af alls konar listmunum, ég á egypskan faró í fristinum. Ég á beta vídeó og borpall í Norðursjó. Þetta ekkert. Pabbi minn á svo marga fjárfestingabanka að það ekki einu sinni hægt að telja þá. Og hvað með það? Pabbi minn með svo sterka eiginfjárstöðu að arðsemi á fyrsta ársfjórðungi einu sér myndi nægja til að byggja 1000 nýja píramíta í viðbót í Egyptalandi. Lágmark. Píramíta, smíramíta. Pabbi minn innleysti svo mikinn gjaldeyrishagnað vegna sölu erlendra fasteigna á 3. ársfjórðungi síðasta árs að þau þurftum að borða styrjuhrogn og truflusvepp í mánuð. Say you, elsku litla apaskinn, það engin ríkar en pabbi þinn. Eftir að hafa rýnt málið var niðurstaða Kalla sú að helsta ástæða fyrir þessum skakkaföllum væri dugleysi mjaltaþjónsins. Því fyrirhugað að yngja upp og skipta út þeim gamla og útjaskaða fyrir nýjan og öflugri sem mjólkar bæði helmingi hraðar og helmingi meira en sá gamli. Reglulega kemur fyrir að menn kaupa köttin í sekknum. Sjaldgæfara að menn kaupi kvíguna í sekknum, en það gerðist þó sökku á liðnu ári. Gunnsteinn og Dagbjört sáu fram á að geta bætt við sig kvígum enda mjaltaþjónninn í fullu fjöri og með næga afkastagetu. Leituðu Gunnsteinn og Dagbjört hófana við sveitunga sína og duttu loks niður á kvígu sem var til sölu á Búrfelli. Leikmannamarkaðurinn í boltanum getur verið algjört lotteri og það gildir líka kvígur og kýr. Eftir fögur fyrirheit í byrjun tók gamanið að kárna. Kvígan reyndist hið mesta skass, skapstór og sinnmjólka og óhagkvæm í rekstri á allan hátt. Hafði það neikvæð áhrif á alla kúahjörðina og öllu sundrungu og leiðindum í hinum annars samheldna hópi. Fór það loks svo að sökkubúið átti ekki möguleika á að hreppa titilinn nýtaðista búið miðað við hverja kú, en staða Búrfellsbúsins í titilbaráttunni styrktist mjög að sama skapi. Í byrjun maí gerði suðvestan fárviðrið þannig að fauk í flest skjól og raunar fuku flest skjól eitthvað út í buskan og hafa ekki séðst síðan. Á urðum fauk skíturinn af heimatúnnu og yfir á nærliggjandi landareignir, þannig að ekki þurftu urðabændur að eyða miklum tíma í að herfa þetta vorið. Þá fauk þakið af fjóshlöðinni með miklum tilþrifum og endaði út víðan völl. Þegar þakið var horfið af hlöðunni, kom í ljós liðléttingur þar innandyra sem flestir höfðu gleymt. Var því ráðist í það að stækka hurðina á hlöðunni sem hvort eð var að hruni komin, samhliða því að koma nýju þakja á svo námætti liðléttingnum út. Grunnsendir vöknuðu að hér væru á ferðinni útsmogin tryggingasvik og bókhaldsbrellur í boði Einars, þar sem þak og stafn hefðu verið látin hverfa út í veður og vind til þess að byggja mætti sterkari stafn, stærri hurð og þéttara þak í boði Vís.
Hvort sem það á við rök að styðjast eða ekki, tókst að minnsta kosti að gera hlöðuna fokhelda á ný og hefur liðléttingurinn leikið lausum hala innan og utan dyra síðan hurðin stækkaði, frelsinu fegin. Mun þetta vera í fyrsta sinn sem að hús endurbyggt með þeim hætti að byrjað sé á þakinu og endað á grunninn. Á meðan á þessu fór fram var hálf berangurslegt í fjósinu og gustaði vel kýrnar. Var úr þeim allur vindur í kjölfarið. Fór það því loks svo að urðabúið átti ekki möguleika á að hreppa titilinn nýthæðsta búið miðað við hverja kú. Trausti á Hofsá kom frekar illa undan síðasta vetri. Gert var grín að langferðum hans á síðasta þorrablóti og sveið honum það mjög. Í kjölfar þess að heimsfaraldur kórónuveiru braust út, þurfti Trausti að hanga heima eins og aðrir og komst varla út úr landareigninni sem voru mikil vonbrigði og viðbrigði fyrir hann. Ekki léttist lund Hofsárbóndans þegar hann sá í hvað stefndi á nýræktum þegar voraði. Varla stingandi strá að finna og kalskemmdir hvert sem litið var. Trausti stikaði nýræktirnar fram og aftur vorkvöldin löng með grátbólgin augu og gnístandi tönnum yfir ósangirni heimsins. Trausti vorkenndi sjálfum sér og lét það koma skýrt fram í tilfinningaþrungnu viðtali við DB-blaðið svo eftir var tekið. Í kjölfarið sýndu aðrir fjölmiðlar málinu mikla athygli en það þótti fréttnæmt að bónda norður í Svarfaðardal skyldi finnast síðbúið vor og kal í túnum fréttnæmt. Það býr strákur upp í sveit. Hann alltaf að reyna allt eina gamla geit. Þessi strákur frekar sver. Hann sífellt að detta á rassin og það vel. Það allt í góðu lagi. Því í sveitinni heima hjálpa. Trausti á Hofsá kom, sáði og sá aldrei neitt gerast eftir það. Aldrei kom ætur grasbiti upp úr nýræktunum á Hofsá í sumar og fór það því loks svo að Hofsárbúið átti ekki möguleika á að hreppa titilinn nýthæðsta búið miðað við hverja kú. Einar Dan, Dalvíkingur, gerði lítið til að létta lund fyrrum vinnuveitanda síns enda of upptökin við að saga sundur hinar og þessar byggingar í dalnum með kósí sögunar aðferð sinni. Það ekki alltaf jólin, en það gildi reyndar ekki Einar Dan og Önnu Kristínu. Anna Kristín fullskreitti og lagði á jólaborði í október til að komast í hátíðablað, húsa og híbíla og gerði hún það svo óaðfinnanlega að hún ákvað að láta kyrrt liggja til jóla. Sparistellið og rauðvínsglösin voru aðeins farin að rykfalla þegar jólin loksins komu en það stigði þó ekkert á gleðina sem fólst í að komast á síður blaðsins. Sigríður á Tjörn blandaði sér í baráttuna í jólabókaflóðinu þannig að eftir var tekið. Þar á ferði reifari ævintýralegt og á köflum lygilegt lífshlaup Sigríðar sem gefur bókum þeirra Arnaldar, Yrsu og Ólafs Jóhanns ekkert eftir. Á Tjörn býr mikið listafólk, bæði hvað varðar sönglist, ritlist og myndlist. Þá kann tjarnafólkið þá list betur en flestir að koma sér á framfæri, enda var varla sendur út sá íslenski þáttur í útvarpi eða sjónvarpi á liðnu ári að ekki kæmi þar fyrir tjarnarfólkið. Ösp, Örn og Björk gáfu hinum eldri ekkert eftir hvað þetta varðar
og til að undirstrika það gáfu þau út metnaðarfullt tónlistarmyndband sem vakti mikla athygli. Somewhere round the corner of her sleepy mind, she remembers clearly the one she left behind. And when she thinks about it, tears may start to show. For though he was her true love, she had to go. But they caught the falling leaves so the summer wouldn't end. So just a little longer he could hold her hand. Doddi á Jarðbrú hefur fjölgað sauðkindum í sinni eigu meiri en áætlanir gerðu ráð fyrir. Fjölgunin orðin 40% úr 6 ám í 10 ær og álagið eykst því eftir því. Fjárbúið farið úr því að vera hobby og yfir í það að vera meðalstórt sauðfjárbú með töluvert lengri sauðburði en áður var og allt umstang orðið verulegt. Doddi hefur tekið þá ákvörðun að ráða til sín sauðburðarhjálp frá fyrripart apríl og fram í júlílok í þeirri von að allar ærnar verði bornar þá. Auk þess hefur hann samið við að minnstakosti 2 konur að vera á sólarhrings bakvakt ef upp kemur alvarleg staða í burði, til dæmis ef vantar eyra eða ef toga þarf fastar en honum þykir æskilegt. Eins og einhverjir vita standa yfir á Klaufabrekkum byggingaframkvæmdir nýs hænsnahús. Framkvæmdin mun fara þannig fram að byrja verður á innréttingum og tæknibúnaði, síðan verður húsið reist og svo loks endað á teikningunum. Nýju hænurnar munu verða hafðar með í ráðum við bygginguna enda verða þær löngu komnar á svæðið þegar húsið rís. Í koti allt á kafi eins og venjulega og Guðrún og Atli önnum kafin við gegningar, smíðar, heimanám og barnauppeldi svo eitthvað sé nefnt. Guðrún og Atli eru góðhjörtuð með indæmum, það þurfti því ekki að koma á óvart að þau skyldu öngva sig yfir 2 eftirlegu kindur úr göngustöðum í haust og ala önn fyrir þeim í margar vikur án þess að láta á nokkru bera. Eins og einhverjir vita tíðkast svokallaður helmingamokstur í Svarfaðardal og Skíðadal sem þýðir að það mokað helmingi sjaldnar og helmingi minna en raunverulega þyrfti að gera. Hinir rólindu og yfirveguðu frændur, Atli í koti og Jón Hæra á Hnjúki, vandaðir menn til orðs og æðis, tók að sér óumbeðið að ráðleggja æðstu stjórnendum Dalvíkurbyggðar hvernig haga ætti snjómokstursmálum í sveitafélagi. Ráðgjöfin skilaði því að stórlega verður dregið úr snjómokstri á næstunni. Baldur frá Bakka rasar ekki ráð fram þegar hann tekur sér verk fyrir hendur. Í marga mánuði lagði hann mikinn tíma, metnað og natni í að útbúa opnalegt fag á gluggann hjá sér í Mýmisveginum. Enda þarf maður með jafn viðamikið hár og Baldur að geta loftað vel út. Eftir mikla yfirlegu og fínvinnu við gluggann var hann orðinn nákvæmlega eins og Baldur vildi hafa hann. Þann sama dag og sköpunarverk Baldurs var loksins fullkomnað, tók Hjörtur sig til og lét skipta hvern einasta glugga í húsinu að Baldri forspurðu. Flest
var með frekar óhefðbundnu sniði gangnahelgina eins og við mátti búast. Sóttvarnayfirvöld höfðu gefið út þau tilmæli fyrir göngur að ekki fleiri en 100 manns mætti koma saman. Nóg yrði að vera af spritti og ætíð 1 til 2 kindur í bíl á milli manna. Jafnframt var því beint til gánamanna og áhangenda þeirra að ekki mætti sjá vín á nokkrum manni. Gánamenn tóku þessum tilmælum bókstaflega, flestir skildu hina hefðbundnu gánablöndu eftir heima en mættu þess í stað til leiks með töluvert magn af sótthreinsivökva meðferðis og þá gjarnan í gánaflegnum. Engin smit kom upp meðal gánamanna svo vitað sé og má þakka það hinni samviskusömu sótthreinsun útvortis og innvortis. Meðlimum í Gangnamannafélaginu í Sveinsstaðafrétt var ekki hleypt fram í stekkjarhús í göngur nema þeir hefðu smitrakningarappið í símanu sínum. Doddi á Jarðbrú lenti í nokkrum vandræðum vegna þessa enda kom hann smitrakningarappinu ekki inn í gamla takkasímann sinn hvernig sem hann reyndi. Hvorki rakningateyminu né öðrum til þess bærum aðilum hefur tekist að rekja ferðir Dodda síðan þetta var. Á Tungurétt réðu hofsmenn og grundarmenn ríkjum, sem reyndar engin nýlunda. Bar nú svo við að fleiri kindur en menn mættu til réttar sem telja verður harla óhefðbundið sé litið til undanfarinna ára. Það kom þó ekki til að góðu. Gríðarlega ströngu öryggisgæsla var í námunda við réttina og var öllum umsvifalaust vísað frá sem áttu þangað brýnt erindi. Tekið var afar hart á öllum sóttvarnarbrotum og stóð björgunarsveitin á Dalvík vörð við þjóðveginn grá fyrir járnum þannig að smitberar og alls kyns skríll myndi ekki mæta á svæðið og gera aðsú að gánamönnum við réttarstörfin. Svargalingar sagðir eru fróðir og sæmilegi framkvæmdum góðir. Í upphafið öllu haldið leynir en allt vilja byggja úr steini. Hæ-dúllía, 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 dúllía, 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 dúllía. Á gangadögum glatt á hjalla og gaman fyrir kunningjan að spjalla. Þar koma bæði hestar og rútar, hattaræður og brennivínskútar. Hæ-dúllía, 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 dúllía, 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 dúllía. Réttarstjórinn röskur og glaður, rómikill og nokkuð hátalaður. Sig svær og utan sig lefur, ákaft kallar reksturinn kemur. Hæ-dúllía, 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 dúllía, 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 dúllía. Þú ert að lyfta, klára þetta. Þú ert að lyfta. Þú ert ekkert að lyfta, þú mátt það, ég með fara. Já! Æi! Við skulum ekki syngja meira trallallala. Við skulum ekki syngja meira trallallala. Við skulum ekki syngja meira trallallala. Já! Við skulum bara syngja meira trallallala. 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 Árni Siggi fjallskilastjóri hefur í hyggju að halda sama fyrirkomulagi næsta ár þó svo að engar samkomutakmarkanir verði í gildi enda mun meira næði til að sinna réttarstörfum þegar ókunnugir eru ekki að þvælast fyrir og engin hvimleiður réttarsöngur
eða óhófleg áfengisneysla til trafala, heldur hægt að ganga hreint til verks, ljúka réttarstörfum snemma og eiga að því búnu ánægjulega stund í faðmi fjölskyldunar. Göngur var bílið á milli manna 1 metri samkvæmt reglugerð heilbrigðisráðherra. Einhver brögð voru að því að reglan væri túlkuð á misjafnan hátt og virtist sem svo að metri væri ekki það sama og metri. Í teiknum var þess til dæmis vandlega gætt að aldrei væri meira en 1 metri á milli manna, hvort sem það var í göngunum sjálfum eða þegar heim í Búrfell var komið. Á Steindyrum var reynt að gera gott úr ástandinu og boðið til fjósaskoðunar á sunnudagskvöldinu sem kom í stað hins árlega gánaballs, þó svo að auðvitað komi ekkert í stað þess. Í fjósinu á Steindyrum var einhvers konar metri á milli manna en það gat verið sentimetri, fermetri og jafnvel rúmmetri. Meðal viðstaddra í fjósaskoðunni var Rafn Arbjörnsson frjótæknir. Líkt og venjulega þegar Rabbi kemur í Svartdælsfjós var hann með vaði fyrir neðan sig og við öllu búinn. Í fullum skrúða, klæddur svuntu hönskum og með beiðslisgreinin fann hann strax óyggjandi sannanir fyrir því að á svæðinu væru yxnabeljur. Vegna öngþveitis og 1 metra reglu átti hann þó í erfiðleikum með að finna það út nákvæmlega hvaða belja eða beljur ættu í hlut. Til að gulltryggja sig tók hann þá skynsamlegu ákvörðun að láta stráið bara vaða beint í fröken Merlín mjaltastúlku sem væri miðpunktur alls sem gerðist í fjósinu og með þessu móti ætti sæðisgjöfin að komast til skila á sómasamlegan hátt. Fröken Merlín mjaltastúlka var illa upplögð seint á sunnudagskvöldi og kunni ekki að meta þetta óumbeðna innskot frjótæknisins heldur streittist á móti, þannig að stór sá á Rabba sem hrökklaðist alblóðugur út á hlað. Í ljósi þessa atburðar má leiða líkum að því að næsta MeToo-bylgja verði drifin áfram af mjaltaþjónum með særða blygðunarkennd. Á Steindyrum hefur það tíðkast fram til þessa að afleysingamenn sjái að stærstum hlutanum fjósverkin á meðan húsbændurnir sjálfir verja tíma sínum í ferðalögum. Innan og utanlands. Bar nú svo við að sökum heimsfaraldurs neyddust Hjalli og Gulla til að vera heima öllum stundum og sinntu þau því bústörfum að mestu sjálf án afleysingar. Kýrnar á Steindyrum tóku því illa að fá enga afleysingamenn heldur þurfa að sitja uppi með húsbændurna dagana langa. Dóu nokkrar þeirra á leiðindum og fór það því loks svo að Steindyra-búið átti ekki möguleika á að hreppa titilinn nýtæðsta búið miðað við hverja kú. Keypt var fullkomin ljósavél til að anna mætti rafmagnsálæginu sem fylgir útihátíðinni Halló Steindyrum, en í sumar sem leið var þetta ein fárra útihátíða sem haldnar voru. Var ljósavélinni ætlað að knýja áfram tjaldsvæðið á Steindyrum, en þegar öll hugsanleg tæki og tól útihátíðagesta voru komin í samband, bræddi ljósavélin úr sér án þess að nokkur fengi rönd við reist. Fyrir næstu útihátíð á Steindyrum gæti mögulega þurft að virkja þverána til að tryggja öllum hátíðagestum nægt rafmagn. Heimreiðin í Skeið þeim eiginleikum gædd að í hversinn sem snjóar og hreyfir vind verður hún kolófær öllum gerðum ökutækja. Miriam lætur sér fátt finnast, en Ingimar þarf að vera á ferðinni flesta daga og lætur hann yfirleitt slag standa, þó svo að verkefni sé vonlaust fyrirfram. Líklegt talið að Ingimar hljóti tilnefningu
til bjartsýnisverðlauna Brösters fyrir óbilandi bjartsýni og ofur trú á eigin aksturshæfileikum. Þrjú hjól undir bílnum, en áfram skröltir að þó. En öðrað að þokan eftir þinn, með kolsvart gél sem kæfir vél, en við kyrjum samt blátt í næð og ró. Við syngjum hippið í hæ og hippið í hí, svo bergmála björgunum í. Hérna rétt sunnan við hálsinn er sæluhús, við getum sofið þar upp, uppstyrktir á ný. Ó, Guðmundur, hann byrjaði að snjóa. Það passar, þeir spáðu sólskinni. Tvö hjól undir bílnum, en áfram skröltir að þó. Í fjáröflunarskyni fyrir nýtt fjós á Syðra-Hofi sem áður hét Ytra-Hvarf ákváðu þeir Kjartan á Hofi, Eiður Máni þeirra Júlla og Gretu og Eyþór Hánestaða og Einar Dan, eða Einar Dalvíkingur eins og hann var kallaður í síðasta Þorrablóts annál, að slá upp balli í hinu hundgamla samkomuhúsi Höfða. Skemmtunin var rækilega auglýst á samfélagsmiðlum enda kom í ljós og uppistaða ballgesta voru óharðnaðir unglingar frá Akureyri. Þó leyndust þar innanum og saman við jaxlar og röðum heimamanna sem sækja flestar þær skemmtanir sem haldnar eru á svartdælskri grund. Skiptir þá engu hvort umræðir dansleik, tónleika, barnaball, fermingu eða erfidrykk. Hlýni tenórsöngvari frá Hofsá mætti vitaskuld á ballið og leiddi hann dansinn á tímabili eins og jólasveinn á jólabanni kvenfélagsins. Þar sem börnin og unglingarnir sópuðust að í einni halarófu. Segir þá frá Gunnari í Göngustaðakoti, sá fímastur manna hefur þótt í þessari sveit og gat hann hlaupið hæð sína í öllum herklæðum og eigi skemur aftur fyrir sig en fram. Gunnar nýtti sér stærð Hofsártenórsins, stökk upp á axlir honum og sveif á loftbitana á Höfða líkt og fimmleikamaður í æfingu á tvíslag. Höfði var jú í eina tíð notaður sem íþróttahús fram Svardalinga með góðum árangri. Æfingar Gunnars voru hnökralausar og fylgdist barnaskarinn agndofa með tilþrifum. Þessi fágæta upptaka sýnir glöggt tilþrif þeirra Hlína og Gunnars á gólfinu á Höfða.
vertu sæl María, sæl og bless, ég sé þig aldrei framan í bíl. Ég kveð María, svo klár og hress, já ég kveð svona best upp á grín. Það var reyna ástofn, allir fuglar sungu á, við skóginn fundist fyrsta sinn. En lífið meður eftir þó, það ég kynntist nokkuð ljóð, svo ekki sé nú minnst á afnáttíð. Já, vertu sæl María, sæl og bless, ég sé þig aldrei framan í bíl. Ég kveð María, svo klár og hress, já ég kveð svona best upp á grín. Allt það sem ég sagði var, sjálfsagt veit að þetta var, ekki sem varast við og flestir menn. Þú engast skal skera, skatt og góðan bera sér, og húka einhvern annan gæja sér. Já, vertu sæl María, sæl og bless, ég sé þig aldrei framan í bíl. Ég kveð María, svo klár og hress, já ég kveð svona best upp á grín. Já, vertu sæl María, sæl og bless, ég sé þig aldrei framan í bíl. Ég kveð María, svo klár og hress, já ég kveð svona best upp á grín. Já, ég kveð svona best upp á grín. Já, ég kveð svona best upp á grín.
sá þar mig sem ég vænst að þér. Ég hittist bara María Ísabel, bundu slótið hjarta hún að sér dró. Hún til mín frosni og söng og ró. Siri, bara-ba-bam. Siri, bara-ba-bam. Siri, bara-ba-bam. Siri, bara-ba-bam. Mætti ég þeirri meyju, milduðu þá með gjöf. Með suðrægan söng í hjarta og sólskins bros á vör. Fljótt á leiðin lokið, og jafnvægt það ekki fer. Til Íslands aftur að halda, heim frá María Ísabel. Eina sá þar mig sem ég vænst að þér. Hittist bara María Ísabel, bundu slótið hjarta hún að sér dró. Hún til mín frosni og söng og ró. Siri, bara-ba-bam. 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 Kósí-sögun. Tek að mér alla mögulega og ómögulega steinsögun. Einar Dan. Tökum að okkur að skipuleggja reisugil. Höfum haldið þau ófá. Hofsbræður og Daði Mar fósturbróðir. Tek að mér verktakavinnu í heyskap. Nútímaleg og fagleg vinnubrögð. Alli Hánefur. Auglýsi eftir einhverju til kaups. Má vera hvað sem er. Dagur á Þverá. Auglýsum eftir krökkum á grunnskólaaldri eða uppgjafa bændum í vinnu fyrir engin laun. KB Plast. Hjálmar og Brynhildur á Mástöðum heitin endurfæddust sem Hjálmar og Brynhildur í Dæli á haustmánuðum. Óskar og Jóhanna í Dæli seldu þeim Hjálmari og Brynhildi Dæli. Þetta var til þess að Hjálmar varð hinn indæli en Óskar hinn ódæli, til að hægt væri að þekkja þá í sundur. Hjálmar indæli flutti sig og fjölskyldu sína í Dæli og seldi Mástaði. Hjálmar hefur lengi verið talinn séður og eftir atvikum refur í viðskiptum og annar hvort titillinn nýttist honum vel við Mástaðasöluna. Honum tókst á undraverðan og fljótlegan hátt að tala dýralækni inn á að kaupa Mástaði. Í fyrsta lagi losnaði hann við húsið miklu fyrr en allir höfðu geta ímyndað sér og í öðru lagi tryggði hann Dælisbúinu skotheldustu og fljótustu dýralæknaþjónustu sem völ er á Íslandi. Snilld eða refskák, maður spyr sig. Óskar ódæli og Jóhanna fluttu á malbikið og gerðust leiguliðar Göngustada EHF og leigja í Kirkjuveginn. Þar á hlaðinu er Óskar með 9 Fendt dráttarvélina sem Hjálmar fékk ekki að kaupa. Setur hann dráttarvélina í gang á morgnana til þess eins að geta drepið á henni fljótlega aftur. Mun þetta vera til að lína fráhvarfseinkenni vegna bændaþrælkunar alla sína tíð. Í Dæli hefur aldur verið stundaður búskapur af ráðdeild og hagsýni og unnin af fólki sem ekki hefur mátt vamm sitt vita. Nú er staðan breytt og ásýndin önnur. Hjálmar indæli ætla sér ekki að bugast af vinnuþrælkun líkt og forvera sínir á Dælisbúinu
og vinnur hann því bara hálfan daginn. Ekki vitað hvað gengur á í dæli þann tíma dagsins sem Hjálmar ekki að vinna, en eftirfarandi myndband gefur þó mögulega einhverja vísbendingu. Við giftum okkur eins og skot, við innréttuðum lítið kot og hlóðum niður börnum í nokkrum góðum törnum. Hún verður ekki á þrifum þreytt, nú þarf ég ekki að gera neitt. Feminískar beljur, súpa sjálfsagt hverjur. Því konum ber að bölva því að baka og stoppa í. En ástin mín hún elskar það og að láta renni í bað. Hún þurrkar af og frýr. Svo óheppilega vildi til nýverið að á þeim helmingi dagsins sem Hjálmar var ekki að vinna kom fóðurbíll bústólpa óvænt og fréttamaður RÚV í kjölsoginu af honum til að mynda alla ófærð sem var á svæðinu. Hjálmar átti hvorki von á fóðurbíl né fréttamanni, enda kom í ljós að við dæli var allt kol ófært og festi fóðurbíllinn sig því í beinni útsendingu. Mátti fóðurbíllinn sitja fastur úti í skafli þar til Hjálmar sá sér fært að mæta til vinnu á nýjan leik. Ef Óskar ódæli fer á dráttarvélinni sem Hjálmar fékk ekki að kaupa fram í Skíðadal, linnir ekki hringingum frá fyrrum nágrönnum Óskars sem eru hjálparþurfi. Enga aðstoð sé að fá frá Hjálmari Indæla þar sem hann vinnur bara hálfan daginn og kemst ekki yfir að sinna öllu sem beðið Hefur Óskar ódæli mokað Skíðdæli úr húsum sínum, hreinsað af heimreiðum og keyrt með dauða gripi í hrægámana. Allt verkefni sem Hjálmar Indæli hafði lofað að sinna en ekki haft tök á sökum vinnutíma. Að öllu framansögðu óþarfi að taka það fram að dælisbúið átti ekki möguleika á að hreppa titilinn nithæðsta búið miðað við hverja kú. Af Óskari ódæla það annars að segja að hann eyði nú flestum dögum sem ódýrt vinnuafl hjá hinu nýstofnaða félagi KB Plasti EHF sem einn angi brekkubúsins. Á laugardagsmorgnum haldnir óformlegir stöðufundir yfir kaffibolla en fundina sitja Ingri Þór á Litlabakka, Hjörtur, Hrísagvendur, Tóni og Óskar ódæli auk Kalla forstjóra. Á þessum fundum hafa sölumál og hugsanlegar nýjungar borið á góma en vegna sölutregðu undanfarið hafa menn fullan hug á að breikka vöruframboðið til muna. Besta hugmyndin sem sjálfskipuðum ráðgjöfum Kalla forstjóra hefur dottið í hug að hefja framleiðslu á hjálpartækjum ástarlífsins enda farið það vel saman að framleiða tappa í sæplastkör og kvensköp og drjóla úr eftirgefanlegu plasti. En nú skulum við skoða hvernig gengur í byggingaframkvæmdum í fjósinu á Ytra-Hvarfi. Síðustu misseri hefur krafan nýja stjórnarskrá orðið sífellt háværari í þjóðfélagsumræðunni og hefur hinn brennandi spurning: hvar nýja stjórnarskráin
verið áberandi í ræðu og riti, jafnvel veggjakróti, þannig að tekið hafi verið eftir. Svarfdælskir bændur hafa látið sig þetta mál varða líkt og flest önnur stórmál eins og kom glöggt í ljós göngurnar. Hjörleifur í Laugasteini, sem tók upp viðurnefnið Mikki refur á árinu, hefur haft það fyrir sið að sækja fé sitt hingað og þangað dalinn á haustin í félagi við Kristján bróður sinn og var engin undantekning gerð á því þetta árið. Líkt og venjulega skiluðu niðjar skakkhyrnu sér heim í hús á göngustöðum göngur, en það telst varla fréttnæmt lengur. Gunnar í Göngustaðakoti, sem á ekkert aumt sjá, vildi auðkenna aðkomu kindurnar til hægðarauka fyrir þá Hjörleif og Kristján. Innblásin af kröfum stjórnarskrárfélagsins spreyjaði hann á féð með stórum stöfum: hvar nýja stjórnarskráin? Mikil hneykslun og vandlæting greip þá Hjörleif og Kristján þegar þeir sóttu féð sitt og sáu áletrunina og komu þeir varla upp orði fyrir geðshræringu. Miðað við heiftarleg viðbrögð þeirra við þessu ákalli Gunnars ljóst að hvorugur þeirra telur brýnt að taka upp nýja stjórnarskrá og hvorugur telur að nota í almanna fé, hvað þá þeirra eigið fé, til að vera með pólitíska slagsíðu og áróður sem þennan. Eftir að stjórnsýslan og yfirvöld fréttu af þessum atburði tóku þau ekki annað í mál en að þrífa merkinguna af kindunum á eigin kostnað og bæta tjarnarmönnum ullina. Var málið þar með þagga niður og hefur enginn í Svarfaðardal kallað eftir nýju stjórnarskránni síðan. Göngustaðamönnum dugði ekki að heyja þær örfáu jarðir sem að þeir hafa haft til umráða í fram Svarfaðardal, heldur réðust þeir nú í útrás og heyjuðu Selárbakka á Áskoströnd. Kýrnar fá því að kjamsa á alls konar grösum af alls konar landareignum og eru auk þess bæði á föstu og fljótandi fæði. Upphaflegt plan Gunna þegar hann fékk rúllubinding á grænfóðrið í Göngustaðakoti var að láta grænfóðrið sér í rúllur og vatnið sér í rúllur. En vegna tímaskorts gengu þær áætlanir ekki upp. Á meðan blautustu grænfóðurúllurnar eru étnar, kemur nánast bara vatn í haughúsið og undarenna í tankinn. Blöskraði mjalta þjónunum vatnsmagnið svo mjög að nýverið fór hann í sólarhrings gæruverkfall með tilheyrandi handmjólkun og ófremdar ástandi. Fór þar loks svo að Göngustaðabúið átti ekki möguleika á að hreppa titilinn nýtæðsta búið miðað við hverja kú. Á undanförnum árum hafa svokallaðir áhrifavaldar á samfélagsmiðlum rutt sér til rúms svo munar. Það sem í dag kallað að vera áhrifavaldur var hér áður fyrr kallað að vera athyglisjúkur og það í raun mun réttara viðurnefni. Það þó annað mál. Fremstir í flokki svarfdælskra áhrifavalda eru ástríðu kokkurinn Svavar í Syðra-Garðshorni og átfaklið Alli á Hánustöðum. Þeir félagar halda út í hinu gríðarvinsæla matarhorni í Syðra-Garðshorni á Facebook og iðulega gerður góður rómur að innslögum kumpananna. Þegar vel stendur á slást fleiri svarfdælskar stjörnur í hópinn og má þar á meðal nefna Ármann Gunnarsson, dýralækni, og Hármann Baldur Þórarinsson, áhrifavald og kvikmyndastjörnu frá Bakka. Líkt og alvöru áhrifavöldum sæmir sækjast þeir Svavar og Alli eftir því að fá öll aðföng í eldamennskuna ókeypis gegn jákvæðu umtali í matarhorninu. Hafa fyrirtækja á borð við B. Jensen og sveitabúðina á Völlum nýtt sér þetta og gefið vörur í matarhornið gegn því
að fá uppbyggilega umfjöllun. Vegna kórónuveirufaraldursins hafa mörg fyrirtæki lent í fjárhagsörðugleikum og þar af leiðandi þurft að draga saman seglin í hvers kyns markaðskostnaði. Hefur þetta bitnað illa á matarhorni þeirra Svavars og Alla og hafa þeir því þurft að ganga enn harðar fram en áður við að krýja út hvers kyns hráefni fyrir matarhornið. Jæja, það er mjög mikilvægt að borða. Já, ég er rosalega svangur. Ertu? Já, ég líka. Já, hvað er matinn? Ég veit það ekki. Er ekki hægt að koma nú eitthvað hraðar? Það er ekki ír. Það er ekki það sko, hann eyðir langt minnst svona. Það var röngu lægi líkt hvað langi mangi gat. Í einu láduð honi sig af ýmis konar mat. Valdur! Við höfum gott í mökkupoti. Það er gestur hérna. Já, það er ekki búið. Það má aðsóða það. Svangi mangi vann og vistir heim hann dró. Langi mangi át og át en aldrei fékk hann nóg. Mun ei greina meira hér frá mengum þessum tveir. Ég held að nógu sorgleg samt sé saga mín af þeir. Ekki henta öll hráefni til eldamennsku þó ókeypis séu og sumir réttir fara með miklum látum gegnum meltingaveginn og niður úr. Það þurfti því kannski ekki að koma á óvart að eftir útilátið matarhorn skyldi aurflóð leggja neðri hæð íbúðarhússins á Hánausstöðum í rúst. Aurinn kom ekki ofan úr fjallshlíðinni, heldur koma neðan frá og upp í gegnum klósettið og flæddi öll gólf. Hildigunnur og aðrir sem heima voru lentu bókstaflega í djúpum skít. En Alli var nýfarinn að heiman og sigldi áhyggjulaus og léttur á sér heimshöfin víðs fjarri Hánausstöðum. Góðhjartaði nágrannar reyndu hvað þeir gátu til að koma frárennslismálum á réttan kjöl á ný. Gunnsteinn á Sökku íklæddist þreföldum sæðingarhanska og kafaði með langri krumlu ofan í klóakið í leit að rót vandans. Allt kom þó fyrir ekki. Ekki er vita hvort Gunnar eða Auður í Göngustaðakoti hafi haft viðkomu í matarhorninu, en það verður þó að teljast líklegt þar sem rotþróin í Göngustaðakoti hlaut sömu örlög og klósettið á Hánefsstöðum. Þoldi ekki álagið og fór á flot. Engar fréttir hafa borist af neðanflóðum í Syðra-Garðshorni, en þó er viðbúið að slíkt geti gerst. Sveinn Brynjólfsson á Sökku, sérfræðingur í ofan- og neðanflóðasviði Veðurstofu Íslands, hefur lýst yfir óvissustigi í Syðra-Garðshorni vegna þessa og líklegt er talið að gefin verði út gul viðvörun leið og næsta matarhorn fer í loftið. Eldhúsið í Syðra-Garðshorni er trúlega frægasta eldhús Svarfaðardal, en þar fast á eftir fylgir eldhúsið á Þverá í Skíðadal. Hafa Svardalingar nú í mörg ár fylgst spenntir með framvindu framkvæmda við uppbyggingu og endurbætur á eldhúsinu. Spennan hefur magnast í hverjum þorrablótsannál og spennan hefur raunar ekki verið síðri hjá Degi og Bryndísi, enda hver máltíð eins og óvissu ferð. Væri ekki ráð að sækja Þverá heim og sjá hvernig staða mála er í dag. Komið þið sæl, við erum stödd hérna í middle of nowhere. Við ætlum að fá að skoða hérna eldhús sem er búin að vera mörg ár í uppbyggingu. Endilega komið þið með og sjáið afreksturinn af þessu. Við
komin hérna heim til Dags og Bryndísar ætlum að fá að skoða eldhús. Blessaður. Sæll og blessaður. Velkomin. Takk að vera. Þetta ekkert búin að vera erfiður tími? Jæ, þetta náttúrulega hefur reynt á okkur að þolinmæði og þetta var svolítið erfitt í snjóþingslónum sko, þetta bráðabirgðeldhús sem ég riggaði upp í fyrra sko. Já, ég get skilið það. Guð, þetta algjörlega stórkostlegt. Já, þetta náttúrulega sko, það svo langt síðan ég byrjaði að viða að mér sko tækjónum fyrir þetta og taka þetta langa tíma þannig að eins og sér þá þetta kannski ekki alveg í mótarn í dag sko en það má nú gera gott úr þessu sko. Þetta algjörlega frábært. Já, ég var alltaf Bíllinn. Já, ég var alltaf svona að mixa þessu eitthvað sama við þetta sko þannig að jafnvel þá gæti ég sko gert ég bara set skrokkin hérna ofan í skilur og það kom bara pilsur í pottinn. Þetta frábært, þetta með því flottar eldhús sem ég séð. Og svo sko, þetta náttúrulega ekki digital, ég kannski tengi gamla vekjaraklukku við þetta og þá ég kannski komin með þetta bara í símann, þú veist. Ef ég fæ eitthvað úr saumaður en að Bryndísa líka. Ég skil, veistu að þú ert svo sniðugur. Já, maður reynir sko. Þetta án aldris eldhúsi segir 6. Mér lakar til að sjá næsta rými sem Dagur tekur sér fyrir hendur á næstu 20 árum. Þetta Sindri Sindrason sem kveður héðan og Middelhoff Nóel. Á tímum heimsfaraldurs hafa Svarfdælingar líkt og aðrir leitað inn á við í auknum mæli. Hannyrðir, heimajóga, hugleiðsla, hugrænar atferðlis, meðferðir, bóklestur, innhverfar íhuganir og langir göngutúrar hafa einkennt liðið ár hjá mörgum. Í Laugahlíðartorfunni starfræktur gönguklúbburinn Trýtlað torfuna. Nýta félagsmenn í klúbbnum hvert tækifæri sem gefst til að fara út að ganga og eru skrefin orðin allmörg. Því miður virðist þykja og sundurlindir á það ríkjum í gönguklúbbnum og sést það einna best á því að þegar Ingvar og Frissi Spar ganga í norður, gengur Þóra Rósa í suður. En gangi Ingvar og Frissi Spar í suður, gengur Þóra Rósa í norður. Mun þessi ósamstíga gönguklúbbur hafa verið stofnaður til heiðurs Jóni Göngurhólfi í Ytra-Garðshorni sem hefur fyrir löngu gengið of langt eins og sést á honum, hvort heldur sem er í norður eða suður. Soffi Ár Hafstöðum hefur tekið upp svipað háttarlag en hann einn þeirra sem hefur leitað stíft að sínum innri manni nú á tímum farsóttarinnar. Hefur hann farið í langa göngutúra og mun eflaust halda göngu sinni áfram þar til innri maðurinn kemur í ljós. Maggi Skagfirðingur, sem nú vill víst láta kalla sig Magga Hrapp, hefur aðstoðað Soffa með því að lýsa upp hina löngu heimreið á Hrafnsstöðum. Þannig að Soffi getur nú haldið göngunni ótrauður áfram, hvort sem er nótt eða dagur. Á verkstæðinu á Bakka gjarnan mikið að vera og þá einna helst á kaffistofunni. Bíla- og dráttarvélafloti Svarfdælinga gjarn á að bíla og hafa verkstæðismenn á Bakka mátt hafa sig allan við að bjarga málunum. Þó ræðstistrumpur gerir allt með Einari þessa dagana en gefur þó ekkert eftir þegar kemur að viðgerðum. Hefur hann fengið alla fjölskylduna með sér í lið til að láta hlutina ganga upp og hefur hver fjölskyldumeðlimur fengið sitt skilgreinda hlutverk. Kristín þar engin undantekning en hún yfirmaður innkaupadeildar varahluta. Hefur hún oft á tíðum beitt ótrúlegri útsjónarsemi og klækjabrögðum til að nálgast varahluti sem vantar á sem ódýrastan hátt. Þannig hefur hún til að mynda sparað tugir þúsunda í flutningskostnað með því að liggja yfir vefmyndavél Vegagerðarinnar og fylgjast með því hvaða bílar eigi leið Hámundastaðaháls í átt til Akureyrar. Hefur hún lagt flest svarfdælsk bílnúmerið á minnið og sjái hún Svarfdæling á ferðinni, hringir hún samstundis og semur við viðkomandi
að taka hina og þessa varahluti með sér heim. Þór, AZ246, er það ekki bíllinn hjá Símon á Þverá? Er hann ennþá að keyra? Nei, hann er löngu hættur að keyra, ætli þetta sé ekki Gunna á bílum. Heyrðu, ætti ég ekki heyri inn og aðtók hvort ég geti tekið hérna pakka í AB varahlutum, stillingu og velfang? Jó, gerðu það, elskan. Ok. Allur gangur hefur verið á því hversu fljótt Kristínu tekst að útvega varahluti og því hafa sumar viðgerðirnar tekið lengri tíma en áætlað hafði verið í upphafi. Þannig bar það til síðasta vetur að Sveini á Sökku var farið að lengja eftir því að fá skótann sinn aftur tilbaka úr viðgerð af Bakkaverkstæðinu. Þar sem Sveinn sat við eldhúsborðið á Sökku velti hann þessu fyrir sér og gáði til veðurs. Sveinn sá ekki neitt sem hlaut að þýða að það væri ekkert veður. Spennti hann því á sig gönguskíðin, nestaði sig vel og lagði af stað í suðurátt. Eftir að hafa gengið nokkra stund fattaði Sveinn að úti væri glórulaus stórhríð og mikil ófærð. Fyrst hann var kominn af stað og með nóga nesti ákvað hann þó að halda áfram þar til hann fyndi verkstæðið á Bakka, vopnaður góða skapinu og GPS staðsetningatæki. Nöfnum í grenjandi rigningu, stími heim í heiðardali, góður strákur og vel uppalinn. Mikið verður gott að knúsa kerlu, erlu, góðu erlu sem giftist mér því ég kunni að skaffa, sjómaður og sonur að snappa. Hlakka svo til að hitta börnin, Maríu, Hænu, Hafþór og Örnin, vinna tíma, klippa smá og líma, í eltingaleik fram að 8 tíma. Hafið, ég þekki ekki annað, afi, var harmenni annað var mamma, sultuslögnuna, systir mín, Gunna, Bunna, Rósi. Berglind og Maggi Hrappur vildu krydda hjá sér tilveruna og datt þeim því það snjallaræði í hug einn daginn að snapa sér kálfa á Hóli út. Voru þessi kaup samkvæmt ráðgjöf Jóns Viðars ráðunauts. Frá Hóli út koma afburða íþróttamenn og gildir það líka skepnurnar. Þetta kom greinilega í ljós á hlaðinu hjá Þorleifi og Sibbu þar sem verið var að setja kálfin á kerru. Kálfurinn harðneitaði þeirri fyrirætlan og ákvað frekar að flýja land sjóleiðina heldur en að láta gabba sig heim í Hrafnsstaði enda vissi kálfurinn að það að engin nautgriparækt væri lengur stundu þar. Það að sjá á eftir svo efnilegum kálfi stinga sér til sunds í köldu Atlantshafinu olli miklu andlegu áfalli hjá þeim Þorleifi og Sibbu og fór það loks svo að hólsbúið út átti ekki möguleika á að hreppa titilinn nýtæsta búið miðað við hverja kú. Af kálfinum það að frétta að hann synti út í Hrísey og tilbaka aftur upp Svarfaðardalsána og náðist á fyrsta svæði á Rauðan Francis. Var þetta eini skráði aflinn í Svarfaðardalsá þetta sumarið. Í Helgafelli allt í róliheitum. Tryggvi og Didda voru aldrei þessu vantekki með neinn æsing eða æðibunugang enda löngu búin að losa sig við kýrnar. Átti Helgafellsbúið því ekki möguleika á að hreppa titilinn nýtæsta búið miðað við hverja kú.
Á Völlum hefur sveitabúð þeirra Bjarna og Hrafnhildar vaxið fiskur hrygg síðustu misseri. Leið og fiskur óx hrygg komst Matvælastofnun í málið og krafðist greiðslu frá vallarbændum fyrir að vera með nokkrar bleikjur í polli í bakgarðinn. Einhvers misskilnings hefur gætt varðandi þetta mál, enda ekki vitað hvort væri að ræða vallableikju eða varlableikju. Spennandi verður að fylgjast með framgangi fiskeldisins á Völlum í nánustu framtíð. Siggi Mar. Snjóaði ítrekað í kaf síðasta vetur og þurfti hann ýmist að moka sig niður að bústað sínum eða láta moka sig út. Ef Siggi brá sér að bæ var nokkurn veginn hægt að ganga því vísu að við heimkomuna þyrfti að byrja á því að miða út hvar bústaðurinn væri áður en hægt væri að fara að moka, þar sem hvorki sást haus né sporður af honum. Líkt og í Syðra-Garðshorni lýsti Sveinn Brynjólfsson á Sökku, sérfræðingur í ofan- og neðanflóðasviði Veðurstofu Íslands, yfir óvissustigi við bústað Sigga. Óvissan fólst aðallega í því að enginn vissi undir hvaða skafli bústaðurinn væri eða á hve miklu dýpi. Ottó á Ingvörum kemur reglulega heim til að ganga úr skugga að allt sé í viðunandi horfi á bænum. Milli sjóferða byggði hann eitt stykki lítinn og krúttlegan geymsluskúr og næsta mál hjá honum að finna eitthvað dót sem hann getur geymt í skúrnum. Líkt og rakið var í síðasta Þorrablótsannál var tekin sú meðvitaða ákvörðun á Ingvörum að fækka stórlega í fjárstofninum. Var það meðal annars gert vegna mikils vinnuálags. Eftir annasama sláturtíð og blóðugan niðurskurð stóðu eftir aðeins rúmlega 10 ær og tæplega 10 hrútar. Hugsuðu hrútarnir sér eðlilega gott til glóðarinnar þegar kæmi að tilhleypingum. Silvía fékk hins vegar verulega bakþanka eftir lestur hrútaskrárinnar, þar sem hún sá svart á hvítu að þar væru á ferð miklu álitlegri hrútar til undaneldis heldur en þeir sem biðu í fjárhúsunum. Silvía ákvað eftir nokkrar andvökunætur að breyta plan og láta sæða fjárstofninn eins og hann lagði sig, fyrst ærnar, svo gimbrarnar og loks hrútana til að enginn færi í fílu yfir því að vera skilin út undan. Silvía ætlaði sér ekki að drukkna úr álagi á næsta sauðburði, því sá hún sér leik á borði og réð sig í gamla starfið hennar Veroníku til að tryggja að Veroníka verði örugglega alltaf laus til að sinna sauðburðastörfum og öðru nauðsynlegu fjárstúsi á Ingvörum næsta vor. Á hofi enginn heima, því allir eru staddir á ytra hvarfi að nudda áfram nýju fjósbyggingunni. Sér nú loks fyrir endan á byggingaframkvæmdum eftir 8 verkstöðupartí og 17 reisugil. Í sparnaðarskyni var farin sú leið í upphafi að endurnýta teikningar sem notaðar voru þegar Tungurétt var endurbyggð á sínum tíma. Byrjað var að byggja utan yfir gamlan hrútakofa, ofan á gamlan kjallara þannig koll af kolli, þar til búið var að byggja nýtt ofan á og utan yfir gamalt í nýklassískum stíl. Þar sem enginn var heima á hofi
á liðnu ári nema kýrnar, fór það loks svo að hofsbúið átti ekki möguleika á að hreppa titilinn nýtaðsta búið miðað við hverja kú. Einu sinni bjuggu karlar og kerlingar í koti einu Hnjúkur heitir. Bjuggu þau við nauman kost og drógu fram lífið á nokkrum rollustjátum. Þegar voraði og sauðburði lauk, gátu þeir Jón Hær fjárbóndi á Hnjúki og Jói tengdasonur hans ekki beðið lengur eftir því að koma fénu beint fram í Hólarkot og héldu því að stað með hópinn, þó svo að enn væri land í að stórfenni vetrarins væri á bak og burt. Þegar Jón, Jói og fjárhópurinn komu að Hólánni, kom í ljós að brúin yfir ána var að mestu horfin og við þeim blasti beljandi stórfljót sem enginn kæmist yfir nema fuglinn fljúgandi. Eftir nokkra umhugsun hnippir Jón í Jóa og segir: Ekki skal þér þetta duga, strákur. Farðu heim og sagtu stóru hjólbörurnar hans tengdaföður þíns. Geri Jói þetta, hleypur heim í einum spreng og kemur tilbaka með hjólbörurnar. Á meðan bað Jón ærnar að raða sér upp í einfalda röð við ána og sína biðlund, því allar myndu þær fá fari yfir og enginn yrði skilin út undan. Á Búrfelli bunar mjólkin úr hverjum spena og að stærstum hluta utan kvóta. Þar hefur allt verið lagt í sölurnar til að hreppa titilinn nýtaðsta búið miðað við hverja kú, enda eftir miklu að slægjast að vekja á sér athygli og komast í kastljós fjölmiðla. Markmiðið náðist og var því fagnað heitt og innilega á Búrfelli, því að rétt eins og flestir vita elskar Guðrún sviðsljósið og sviðsljósið elskar hana. Hafa fréttasnápar og blaðaljósmyndarar gulu pressunar beðið í löngum röðum og keppast að fá viðtöl og taka myndir af þessum nýjustu stjörnum dalsins. Í einu blaðaviðtalina sem tekið var af þessu tilefni kom fram að helstu ástæður þessa góða árangurs í mjólkurframleiðslunni á Búrfelli væru tvær. Önnur ástæðan væri sú að Guðrún hefði prangað öllum leiðinlegustu og tregmjólka kúnum inn á helstu keppinauta sem vöruðu sig ekki á þessari herrkænsku. Hin ástæðan væri sú að Guðrún hefði sent Gunnar í húsasmiðjuna þar sem hann fær borgað fyrir að vera ekki heima hjá sér. Við þetta snarjókst nytin í kúnum nánast samstundis og allir græða. Góðir áhorfendur, einhvers staðar verður að láta staðar numið og setja amen á eftir efninu. Hafi einhverju dottað í sófanum eða mist úr nokkra kafla alltaf hægt að spóla tilbaka eða ýta á pásu til að meðtaka betur þau sannindi sem farið var með hér í kvöld.
Það von fráfarandi Þorrablótsnefndar að þeir sem fylgdust með hafi skemmt sér vel og farið tiltölulega sáttir á koddann. Megi Guð, góðar vættir og sóttvarnar yfirvöld gefa okkur hefðbundið þorrablót á rímum, gleði og glaum að ári liðnu. Góðar stundir. Skál! Göngufélagi óskast handa Þórurósu. Ég með þrissa. Ingvar. Heimreiðin orðin léleg? Vantar þig góðan ofaníburð? Þá ég með rétta efnið fyrir þig. Brynhildur í Dæli. Lögvottuð bleikja til sölu. 500.000 krónur kílóið. Fiskjeldið völlum. Óska eftir dagmömmukerru sem rúmar 6 kindur. Jón Hær, fjárbóndi á Hnjúki. La 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 la. This
Frærar menn og kappar, fáum ofta heyra, fáum meiti líka honum, siglu fjarrar geyra. Hellið leikum sínum, að melta gjaman lendi, og fangi sérstöku klafar í lendi, sagði hann lotteri. Já, það lotteri, já, það lotteri, og ég lotteri. Langs á völdum, voru áfram faskir, og andra manna vísur var að jafna steinin. En þegar hann svo stóðum, aftur eftir meðfast líka, augun fólkið brúnaður og fleiri broti líka, sagði hann líka lotteri. Já, það lotteri, já, það lotteri, og ég lotteri. Gerðu formaður á mótorfangurlandi og yfir sjóhann frá en endi oft í strandi. En leira stóð á saman að öxlur sínu liti og hann fattur strandar í uppugasta skipti, sagði hann lífið lotteri. Já, það lotteri, já, það lotteri, og ég lotteri. Að hessi fekk sig konur, að öðrum komið manni, og ekki þeim meira lægir og manni. Elskar falla skemmt en aðran kalsan fleira, og hún nokkuð skýrði við mannin sinna meira, sagði hann lífið lotteri. Já, það lotteri, já, það lotteri, og ég lotteri. Lagið sýndist aldrei eitthvað börðlegum vera, og læknarinn fór hann og fór strax að skera. En þeir höfðu upp og voru skorið fleira og fleira, svo lækna aldrei stóðlega en meira, sagði hann líka lotteri. Já, það lotteri, já, það lotteri, og ég lotteri. Hingað var liðslægi, og innan stundan fékk hann stæg á miklu verra tægi. En þegar kom til lagið stigið af og yfir augun, og heiðurskarl eigin fyllist og loksins samt við augun, sagði hann líka lotteri. Já, það lotteri, já, það lotteri, og ég lotteri, sagði hann líka lotteri. Já, það lotteri, já, það lotteri, og ég lotteri. Jæja. Mér var litið út í gluggann, sá að laufin voru fokin út á haf. Læðirnar að tikka inn og færa okkur öll á bólakaf. Á lofti svífu fuglarnir mót frelsinu því ekkert eftir þá. Ég fenn mig meira kaffi, hellti upp á nýjan skammt af eftir sjá. Ætluðum að hittast, manstu auðvitað fannst hvergi stundi það. Í skópum bæði tilefni og réttan fundarstað. Öllum þessum tækni var að tíma urðu minningar af bráð. Það líktri stein og ein og voru horfnar þegar betur var að gá. Þá þegar skalli vel og dúti sér stormur og ég, allt í góðu inni á mér. Lífið gott sem betur fer. Og þegar skalli vel og dúti sér stormur
La 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 Baby
menn og kappar, fáum ofta heyra, fáum meint ég líka honum, siglu fjarðar geyra, hellir leikum sínum, að melta gjaman lendi, og ef hann í sérstöku klamar í lendi, sagði hann líka lotteri, já það lotteri, já það lotteri, og ég lotteri. Langs á völdum voru áfram fastinu og andra á manna vísu var að jafna steinin. En þegar hann svo góður aftur eftir meðfast líka, augun fólkið húnafur og fleiri broti líka, sagði hann líka lotteri. Já það lotteri, já það lotteri og ég lotteri. Gerðu formaður á mótorfáttur landi og yfir sjóan alveg frá en lendi oft í strandi, en leira stóð á saman að öxlum sínu liti og hann fáttur strandan duggugasta skipti, sagði hann lífið lotteri. Já það lotteri, já það lotteri og ég lotteri. Þessi konur af öðrum komið manni og ekki með að hægir lofaðar. Elskan falskert en aðrar kalsan fleira og hún nokkuð skýrði við mannin sína heyra, sagði hann líka lotteri. Já það lotteri, já það lotteri og ég lotteri. Böðlegum vera og lagnaði við hóran og fóru strax að skera. Eftir höfðu upp og voru skorið fleira og fleira, svo Ragna hafði stóðlega innrættum geira, sagði hann líka lotteri. Já það lotteri, já það lotteri og ég lotteri. Og völdin gekka Alvar liðst lægi og innan stundan fjekkast fræg á ykkur tægi. En þegar kom til lægis stíði af og lífin gauður og heiðursnafn eigin fyrst og loksins samt við auður, sagði hann líka lotteri. Já það lotteri, já það lotteri og ég lotteri, sagði hann líka lotteri. Já það lotteri, já það lotteri og ég lotteri. Jæja. Ísa geislar grundin, flóið eindi og þú, muni bæði sér
Vertu sæl María, sæl og bless, ég sé þig aldrei frá meira því. Hver María, svo klár og hress, já ég hver svona best upp á grín. Það var reyna ástofn, allir fuglar sungu á, við og ég fundist fyrsta sinn. Lífið meður eftir þó, að ég kynntist nokkuð ljóð, svo ekki sé nú minnst á aftátt því.
sitt í hlýjum sjónum í sandinn lág og hraut sem svartir að senda á hýttu horfa á Svartskeggafoss við laun. Eina sá þar mig sem ég vænst að Indisfara María Ísabel Bundu skjótt í hjarta hún að sér dró hún til mín fösti og söng og hló Siri miri marababa Siri miri marababa Siri miri marababa Siri miri marababa Eina sá þar mig sem ég vænst að Indisfara María Ísabel Bundu skjótt í hjarta hún að sér dró hún til mín fösti og söng og hló Siri miri marababa Siri miri marababa Siri miri marababa Siri miri marababa Mætti ég þeirri meyju Milduðu þá með kjör með suðrænan söng í hjarta og sólskinsbros á vör Fljótt á leiði lokið frá Jafnfætta eftir til Íslands aftur að halda heim frá María Ísabel Eina sá þar mig sem ég vænst að Indisfara María Ísabel Bundu skjótt í hjarta hún að sér dró hún til mín fösti og söng og hló Siri miri marababa 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 Siri miri Vertu hjá mér Dísa með kvöldsins klukkur hringja og dálítið stormar ræða skóg og eyðisland þá skal ég okkur bæði djúpið dögga syngja heim í dalinn þar ég ætla að liggja og nema land Kysstu mig, þú
og vorið kemur bráðum og Dísa kysstu mig. Út við gluggann stendur stúlkan og stærir veginn á og líður okkur vonar að hún vil fá að sjá og lefur síðan sínu og nýstur vörðir hann og segir hann vill koma til segð ekki nei, segðu kannski segð að þú elskir engan nema mig segð ekki nei, segðu kannski þá aldrei ég skilja munir hún stúlkan mín og strax hún segir á að við allir leiðast hjón í naglafall á þegar hljópan ljúfur nafna Ísland við dansa þennan dans ég gjarnan dansar segð ekki nei, segðu kannski segð að þú elskir engan nema mig segð ekki nei, segðu kannski þá aldrei ég skilja munir og í drauminn í kvöldið vaxar dofinn og við trúum stundum tæklega tíminn líður blóm og okkur stríður vanga líta vörum hvíslaði en þú líka sæta ljúan má ég hafa heim segð ekki nei, segðu kannski segð að þú elskir engan nema mig segð ekki nei, segðu kannski þá aldrei ég skilja munir segð ekki nei, segðu kannski segð að þú elskir engan nema mig segð ekki nei, segðu kannski þá aldrei ég skilja munir þá aldrei ég skilja munir þig
Áttu mjúkan lokkaflót Létta strúka þér kinn Meðan skuggar mjaka slæ Meðan nóttin læðist inn Hvíldu fljótt við mína hlið Hér að dýrta allt og hljóð Ekki mikið mér við Aðeins þessa stundum nóg Skiptir einhver rátt og Rögg og síðan sá Jandinn eini alla morgna Þeim og þeim hjá Gleymt og týnd gæri dagsljós Lætur morgun seint í sér Af heilli ævi alls spil Eina nótt að ég var Skiptir einhver rátt og Rögg og síðan sá Jandinn eini alla morgna Ef í nóttin fer hjá Gleymt og týnd gæri dagsljós Lætur morgun seint í sér Af heilli ævi alls spil Eina nótt að ég var mér Af heilli ævi alls spil Eina
var litla og brún, hún var ræðan fljóð, svo ung og glöð og æskuljón. Vildu fara á sérmælan mann og vera alltaf svo viðkomið af. Og í suðarkvöld bóka sveitar á litlum bíl og róðum að vega með sér upp í sveit. Þá var hún feimin og róðum leið. Og síðan sagði það var sumarið að líf. Þau áttu börn og munu og þeir búi í Reykjavík. Það vinnur eins og hestur og hann tekur sjálfa frí. Því Lóa þarf að fá sér börn í.